Góðan daginn, verið hjartalega velkomin að samkomi hérna í Fíladelfíu þennan fallega sunnudagsmorgun 11. október. Ég vil ítreka það að við erum hérna ekki til að halda tónleika fyrir ykkur. Sumir eru hér kannski fyrsta sinn og ætla aldrei að njóta tónlistarinnar. En hún verður bara þannig að við syngjum fyrir ykkur, með ykkur og þið fyrir okkur og með okkur. Við ætlum öll að taka þátt í þessu, við skulum standa á fætur. Það verður gamalt og gott og það verður líka nýtt efni fyrir ykkur hér í dag. Og við ætlum að njóta þess að vera saman, við erum hér saman komin til að lofa Guð, ekki satt? Ekki bara af einhverju skyldurækni eða einhverju venju, við erum hér til að koma og upplifa eitthvað nýtt frá Guði. Aron talar til okkar í dag og hlakka til að heyra frá þér. Syngjum saman, blessun og heiður og svo kemur nýtt lag í kjölfarið. Fara í nýtt lag, syngjum saman. With one accord
lofa Guð, sála mín og allt sem í mér hans heilaga. Syngið saman, lofa Guð. Saman. Sála mín og allt sem í mér allt sem í mér hans heilaga nafn. Hækkum undir, lofa Guð. Bara standa áfram og við ætlum að fá að sjá hérna upp á skjánum flott myndband. Hver lykillinn að framtíð kirkjunnar? Hvað hægt að gera til að sjá Guð starfa meira í kirkjunni og í lífum einstaklinga? Hvernig getur kirkjan orðið kröftugri og vaxið á heilbrigðan hátt? Grunnsvarið við öllum þessum spurningum bæn. Martin Luther sagði: trúarlíf okkar lifir ekki án bænar frekar en líkamar okkar án súrefnis. Við í Fíladelfíu viljum ganga út á þau orð Jesú að þeir sem leiti muni finna. Fyrir þeim sem knýr á muni upplokið verða og þeir muni öðlast sem biðja. Í haust ætlum við að biðja, knýja á, leita Guðs og treysta því að þegar við biðjum og leitum Guðs þá muni hann svara. Við væntum þess að sjá Guð starfa meira á meðal okkar og mæta okkur með nærveru sinni. Charles Spurgeon sagði: bænastundir eru besti mælikvarðinn á ástandi safnaðar. Þegar nærvera Guðs til staðar fólk knúið til bæna. Sömuleiðis skortur á bæn skýrasta merkið rofin tengsl við Guð. Í haust munum við setja meiri kraft í bænalíf kirkjunnar. Guð svarar bænum og við hlökkum til að sjá hvað gerist þegar kirkjan leggst á eitt og knýr á í bæn.
Vilt þú ekki vera með? Við hvetjum þig til að biðja, bæði í einrúmi og með öðrum. Rick Warren sagði einu sinni, því meira sem þú biður, því minni áhyggjur hefur. Tímasetningar bænastunda má finna á heimasíðu kirkjunnar philadelphia.is. Amen. Erum við sammála þessu? Við viljum leggja mikinn þunga á þetta núna í vetur. Við trúum því að bænin breyti og við finnum að hún að breyta þegar við leggjum aukna áherslu á bænina. Og mér langar að lesa í öðrum kaflanum í 1. Tímóteusarbréfi þar sem stendur einmitt bænina. Fyrst af öllu áminni ég að bera fram ákall, bænir, fyrirbænir og þakkagjörðir fyrir öllum mönnum, fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir, til þess að vér fáum lifað friðsamlegu og rólegu lífi í allri guðhræðslu og siðprýði. Við þurfum að biðja. Bænir okkar breyta þjóðfélaginu, þær breyta áhrifamönnum, þær breyta þeim veruleika sem við lifum í. Og við þráum að við höldum þessu áfram. Höldum dampinum áfram, höldum áfram að biðja, hittumst hérna á miðvikudagskvöldum klukkan 8 og knýjum saman í bæn. Fyrir kirkjun okkar, fyrir þjóðun okkar og fyrir okkur sjálfum. Heyri amen við því. Og eigum við núna kannski að standa upp og knúsa 2-3 í kringum okkur og segja gaman að sjá þig, Guð blessi þig, halt áfram að biðja. Gaman að sjá okkur hérna. Amen. Ef við ekki að biðja bara saman í kjölfarið af þessu. Það komið að svolítið að bænarefnum minn til okkar og sem að Drottinn þekkir öllsömmul, veikindi, fíkn og alls konar hlutir sem eru í gangi í fjölskyldum sem að fólk biður lausn á og við getum taka saman í bænastrengin fyrir því. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Við getum komið fram fyrir þig með alla hluti Jesús minn og við felum okkur í þínar hendur. Ég bið þess að þú hjálpur okkur að vera heil við þig. Ég bið þess að það sem í gangi í kringum okkur, það sem í gangi í aðstæðum okkar mættu ekki hafa áhrif á hjart okkar gagnvart þér. Gagnvart þér mættu við vera heil, Jesús. Mættum elska þig af öllu hjarta, öllum huga, öllum sálu, Drottinn minn, í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir þessi bænarefni sem eru lögð hérna fram. Þú þakka fyrir að þú þekkir hvert og eitt þeirra. Þú veist kringumstæðurnar, Drottinn, þú þekkir sjúkdómana, þú þekkir áhrifin, Drottinn, og við biðjum lausn þína og lækningu þína og heilbrigði þitt inn í þessa kringumstæður, Drottinn minn, í Jesú nafni. Takk fyrir að þú ert hér og ég biði fyrir öllum sem erum hér samankomin, hvort sem að við erum á þeim stað að við höfum gengið lengi með þér eða gengið stutt með þér eða hefum jafnvel ekki hafið gönguna með þér, erum ekki viss hvort þú sést raunverulegur. Ég þakka fyrir að þú mætir okkur þar sem við erum. Á þeim stað þar sem við erum, þar mætir okkur, Drottinn. Hjálpa okkur bara að opna hjart okkar fyrir þér. Þannig að við mættum taka við því sem að þú hefur fyrir okkur í dag. Núna á þessum tíma, Jesús. Og við blessum þessa samveru í dag, Drottinn. Viltu byggja okkur upp? Viltu tengja okkur saman? Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Frábært að vera með ykkur í dag. Hann Helgi gat ekki verið með okkur. Hann stattur í útlöndum. Hann að predika í Bandaríkjunum. Í einu borginni sem kom til greina. Hvaða borg haldið að það sé? Philadelphia, það rétt. Það enda tilviljun, en mér finnst það svolítið fyndið. En hann er í góðum málum.
Á laugardaginn næsta þá eru Biblíufélagið sem að fagna 200 ára afmæli sínu á þessu ári. Það að halda stórtónleika. Stór hluti af okkar færustu kristnu tónlistarmönnum mun koma fram og við erum heiðrum með því í þessari kirkju að tónleikarnir verða haldnir hér hjá okkur, sem algjörlega frábært. Þannig að laugardagskvöldi næsta, klukkan 8:30, það ekki? Klukkan 8:30, ókeypis inn, þá ætlum við að fylla þetta hús og bjóða fólki með okkur á tónleika, glæsilega tónleika, til þess að fagna þessu frábæra félagi sem hefur séð til þess að Biblían hefur verið aðgengileg á íslensku í núna 200 ár og það virkilega þess vert að þakka. Á fimmtudaginn verður síðan samvera fyrir þá sem eru eldri í þessari kirkju og hún í hádeginu á fimmtudeginum. Það er matur í boði og skemmtileg dagskrá fyrir okkar elskuðu eldri borgara sem okkur þykir svo vænt og við skulum biðja fyrir þeim. Þeir eru mikilvægur hluti af þessari kirkju. Þeir sem hafa gengið undan þeim sem hafa rutt brautina fyrir okkur hin. Það mörguleiti þeim að þakka að við erum til og höfum það sem við höfum í dag og við skulum alltaf heiðra og blessa þá sem að hafa gengið göngun og undan. Þið sem eru að koma í fyrsta skiptið eða eru alveg nýbyrjuð að koma hingað, að þá langar okkur að gefa ykkur smá gjöf. Við elskum að fá nýtt fólk og niðri á eftir, það rauður veggur þegar komið niður stigann, að þá svona gjafapakki í boði. Bara fyllið út svona smá spjald með smá upplýsingum og þið fá gjöf frá okkur. Geisladiskur og svona skemmtilegt efni til þess að lesa kirkjuna, svona upplýsingar og svona hvernig hægt að taka næstu skref og svo framvegis. Þannig endilega þykir það, okkur þykir frábært að fá okkur til að vera með okkur og finnið ykkur innilega heima. Hér niður á eftir, fyrir ykkur sem þekkja ekki, þá í boði svona Pálínuboð eða kaffi og eitthvað með því. Og að sjálfsögðu þegar við erum svona mörg, þá erum við hófsöm og tökum hóladiskan, en það eru allir velkomnir. Það eru allir velkomnir, hvort sem þú ert með eitthvað með þér eða ekki. En endilega, eins og við stundum sagt frá, það rosalega gaman þegar fólk kemur með sér og setur á borðið. Tala nú ekki um eða voru að halda veislu í gærkvöldi og í fullt af afgöngum, þá bara komið með þá hingað. Þið vitið hvað gerist þegar við eigum afgangi marga daga. Við spikfitnum og við viljum það ekki. Þannig við komum bara með þetta hingað, setjum á borðið og deilum með bræðurum okkar og systrum. Ok, en við ætlum að taka samskot núna, eða fórn. Og það virkar þannig að baukarnir eru látnir ganga og það posi aftast fyrir þá sem vilja gefa þannig. En núna erum við að gefa fyrir kristniboði. Við erum að gefa fyrir þeim stöðum þar sem að eru ekki sömu forréttinda við. Að hafa aðgengi að góðri kirkju til þeirra. Við erum að taka fórn fyrir þeim sem þekkja ekki Jesú, hafa ekki aðgengi að því. Og við viljum styrkja það með öflugum hætti bæði hérna heima og út í hinum stóra heimi. Þannig að við tökum núna fórn fyrir því og Drottinn blessi gjafir ykkar og heiðri ykkur fyrir það sem þið gefið og takið þátt. Amen. Og meðan það passa vel að syngja sálminn Bíð þess ekki vinir að þið bjóðist mikið starf. Og í þriðja segir nota pund sem Guð gaf þér og við skulum gefa Guð með glöðu geði. Við skulum syngja saman. Bíð þess ekki vinir að þið bjóðist mikið starf. Breytur hug að því sem liggur nær. Beint í öllum hversdags lífsins skuli þjóna það. Það skal þér viti ljósast fjær. Kristur sem vita ljósins fjær. Kristur sem vita ljósins fjær.
Eins og við sjáum hér fyrir framann þá brauðsbrotning hér rétt og eftir og með þeir gera sér klára þá að syngja saman lag sem á vel við þessa athöfn sem Guð sagði Jesús sagði okkur að gera. Brauðsbrotninguna, það lagið Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín meir en í gær, ég þarfnast þín meir en orð fá lýst, ég þarfnast þín því mest af öllu þín ást til mín, þín ást til mín. Unglingaleiðtoginn okkar ætlar aðeins að fá komið smá tilkynningu áður og höldum áfram. Bara rétt áður við endum, byrjum fyrir ekki. Næsta föstudag ætla ég bara að minna þið sem eigið unglinga og þið sem eru unglingar, þá erum við með unglingamót, það verður ekki samkoma hérna næsta föstudag. Og það eru ætlum á kristleika, byrja klukkan 5, förum upp í kvot og skráning fram á þriðjudaginn. Skráning fram á filo.is, þannig að endilega skráið barnið ykkar eða skráið ykkur og það verður ógeðslega gaman hjá okkur og bara ætla að minna á skráning endar á þriðjudaginn næsta. Okay. Ég held að sé ekkert sem að hafði mikil áhrif á mína æsku eins og unglingamót upp í kvoti og ég hvet ykkur til að senda krakkan ykkar þangað. Við ætlum að ganga inn í brauðsbrotningu núna, þar sem við minnumst þess sem að Jesús gerði fyrir okkur og fáum að minnast þess með þakklæti og auðmýkt að hann gaf allt fyrir okkur. Hann gerði það. Og þess vegna getum við verið hér, þess vegna getum við þjónað honum og lifað frjáls. Og þetta það er svo gott að koma fram og minna sig á þetta, svo maður gleymi þessu aldrei.
að við erum hér vegna hans. Og það hans vegna að við fáum lifað. Og þessi texti í laginu, hann passar svo vel, ég þarfnast þín meira en í gær. Og maður upplifir það eftir því sem maður gengur lengur með Guði, hversu mikið maður þarfnast hans. Hversu mikið maður gæti ekki gengið án hans. Og ég ætla að lesa í 1. Korinthubrefi sem skrifað á honum Páli, póstula, og í 11. kafla. Þar segir hann: því ég hef meðtekið frá drottni það sem ég hef kennt yður, nóttina sem drottinn Jesús var svikið, tók hann brauð, gjörði þakkir, braut það og sagði: þetta er minn líkami sem er fyrir yður. Gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði: þessi bikar er í nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Svo oft sem þið etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins, þangað til hann kemur. Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar drottins óverðulega verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Hver maður prófi sjálfan sig og etir síðan af brauðinu og drekki af bikarnum. Amen. Og mér langar að við gerum það núna, þetta síðasta, við prófum okkur sjálf. Stöldrum örlítið við í svona mínútu og höfum bara hljóð og leifum drottinn að tala til okkar. Spurjum hann, er eitthvað í mínu lífi drottinn sem er ekki alveg í lagi, sem ég á eftir að gera upp? Einhver óvild eða særindi í hjarta mínu sem ég á eftir að gefa þér. Gefum honum það núna. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir þennan dag og ég þakka þér fyrir það tækifæri sem við fáum að koma fram fyrir þig vegna þess að þú gekkst alla leið. Þú býður okkur að koma með alla okkar veikleika, öll okkar vandamál, allar áhyggjur, sjúkdóma, allt sem að heldur okkur föstum, drottinn. Þú gekkst alla leið og þú tókst öll þessi vandamál á þig, drottinn, til þess að leysa okkur. Og nú þegar við komum fram og þiggjum brauðið, drottinn, þá minnustu þess og ég þakka þér fyrir það við getum fengið að minnast þess á þennan hátt saman. Í Jesú nafni. Amen. Elsku Jesús minn, þakka þér drottinn minn að þú gafst þitt blóð okkar vegna. Þakka þér drottinn minn að blóð þitt það greiddi fyrir syndir okkar. Þakka þér drottinn minn að þú opnaðir okkur náðarlið í heiminin og hjálpaði okkur, drottinn minn, að vera hrein og réttlát, líkjast hér í einu og öllu. Þakka þér drottinn minn fyrir heilagan anda og hjálpaði okkur, heilagi andi, að líkjast Jesú, að upphefja nafn Jesú. Drottinn minn, ég þakka þér, Jesús, að þú biður fyrir okkur á himnum. Þú þekkir okkur, elsku Jesús minn, og hjálpaði okkur, drottinn minn, að líkjast hér, bæði meðal nágranna, meðal vinnufélaga og meðal allra þeirra sem við umgöngust. Elsku Jesús minn, ég lofa þig og blessa. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Amen. Og nú langar mig að bjóða okkur að ganga fram
Og þetta virkar þannig á okkur að fremstur aðeins að byrja og sem göngum við svona koll og kolli, komum hérna út úr röðinni og göngum síðan aftur hérna fyrir framann og förum aftur inn í raðinur okkar þannig. Og við höldum áfram að lofa Guð á meðan og syngja og hérna við erum bara í þessu andrúmslofti lofgjörðar og þakklætis til Guðs. Ég þarfnast þín meir en í gær, ég þarfnast þín meir en orð fá lýst, ég þarfnast þín því mest af öllu er þín ást til mín. Þín ást til mín.
skipta ösku fyrir fegurð. Svo fyrirgefning hvílir mig. Fann ég þína náðar fætur, fellur byrði mín á þig, ég gríp við þinn gróf.
þrái, þú ert mér allt og vertu nærri mér. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þrái. Þú ert mér og vertu nærri mér. Og vertu nærri Það er sálmur sem að mér langar ofskaplega mikið til að við syngjum saman. Ég er búinn að vera með hann á dagskráni hjá mér í hausnum í marga mánuði og aldrei látið verða að því að æfa hann upp eða syngja hann. Hann talar alltaf sterkt til mér eins og Aron talaði um áðan. Unglingamótin hefur mikil áhrif á hann og það er svo sannlega með mig líka. Ég byrjaði að mæta þar áður ég man eftir mér á alls konar barnamót og unglingamót. Og svo man ég eftir þetta lag var sungið á Hjálpræðisherðunum á Akureyri og var kallað fram til fyrirbæna eða fólki að bóða að koma fram og krjúpa við bænabekkin. Þá var þetta lag sungið og í hvert einasta skipti þá var eins og hríslaðist kalt vatnið við baki á mér og ég fann það að þarna var Guð að tala til mín. Textinn er svona í viðlaginu: Kom þú og láttu það lengur í dragast. Það líður að nóttu og dagurinn þver. Þá stígur þú sporið sem aldrei þig iðrar. Sjá, alltaf er Jesús að bíða eftir þér. Hann var að tala til mín. Og við ætlum að syngja þetta saman. Ef þið kunni ekki lagið þá lærið þetta fljótt. Þetta er lag eftir íslenska listakonu eða söngkonu og textahöfund sem heit Hugrún. Syngjum saman. Ef þú vilt hamingju eignast og frið af einlægu hjarta, þá trúð þú og býr. Jesús er bjarg sem þú býr getur á. Biblían segir þér himninu frá. Sterka
sjá alltaf Jesús að bíða eftir þér. Kom þú og láttu það lengur ei dragast, það líður að nóttu og dagurinn fer, það stígur þú sporið sem aldrei þig iðrar. Sjá alltaf Jesús að bíða eftir þér. Amen. Þetta er yndislegur sálmur sem ég hef ekki sungið oft, en þetta er svo satt að Jesús hann bíður eftir okkur. Hvar sem við erum stödd, að þá er það hann sem að þráir samfélag við okkur. Og í gegnum alla tíma, í gegnum alla söguna hefur Guð þráð samfélags við sitt fólk. Og núna erum við að tala Dómarabókina, Helgi byrjaði síðast. Og Dómarabókin er svolítið ein af þessum sögum sem eru frekar sorglegar. Sem eiga svo mikið af sorglegum endum. Vegna þess að Guð var alltaf að kalla á fólk og fólkið svaraði ekki, nema þegar allt var komið í hart. Söguþráðurinn í Dómarabókinni, hann er þannig að fólk fjarlægist Guð, það hættir að lifa í hans vilja og hver og einn fer að gera það sem hann vill. Allt fer að ganga rosalega illa og allt fer niður á við, þangað til allt í einu að hlutirnir eru svo slæmir að fólk hrópar á Guð. Bara Guð, viltu bjarga okkur? Og síðan kemur Guð, mætir þeim, hjálpar þeim að sigrast á óvinum sínum eða hverjum þeim erfiðleikum sem þeir eru í. Og þegar allt er farið að ganga vel, hvað gerist þá? Þá gleyma þau Guði. Og allt fer smán saman í sama farið aftur. Er þetta ekki svona svipað eins og líkamsræktin hjá okkur mörgum? Við allt í hennu, einn daginn bara lítum við í speil og bara nei, hvað er að gerast? Og við verðum rosalega hörð, förum í ræktina og náum bata, verðum rosalega fín aftur og þá munum við ekki hvernig við vorum, smán saman. Og smán saman fyrir að vera kærulaus og hættum að lokum að mæta og þá fyrir allt í saman farið aftur. Einhver með mér, kannistu við þetta? Þetta er bara mín líkamsrækta saga í hnotkvörn. En svona var þetta. Mér finnst miklu skemmtilega að tala um góðar sögur, eitthvað svona jákvæðar skemmtilega sögur. En stundum þurfum við að geta horft í augu við þá hluti sem eru erfiðir og þá hluti sem hafa ekki farið vel, bæði hjá öðrum og okkur sjálfum, til þess að læra hvernig við eigum að lifa. Hvað það er sem við eigum ekki að gera. Og það er Dómarabókin svolítið það. Hvernig þurfum við að varðveita hjarta okkar, þannig að það sé heilt. Við erum komin í 7. kafla í Dómarabókinni. Og þetta er svona enn ein sagan af því hvernig það sem ég var að lýsa áðan hefur gerst. Og ástæðan fyrir því að það er komið illa fyrir Ísraelsþjóðinni núna er að, og við lesum það bara strax frá 1. vers í 7. kafla, Ísraelsmenn gjörðu það sem illt var í augum drottins. Þá gaf drottinn þá í hendur Mídjans í 7 ár. Og Mídjan varð Ísrael yfirsterkar og Mídjan var sem sagt nágranna þjóð. Og afleiðingin er sú að þeir þurftu að flýja, gjörðu Ísraelsmenn sér þá fylgsni á fjöllum uppu, hella og vígi fyrir Mídjan. Og þegar Ísrael sá því komu Mídjanítar, Amalekítar og austurbyggjar fóru í móti honum. Og þeir settu herbúðir sínar gegn Ísraelsmönnum og eyddu gróðri landsins alla leið til Gaza og skildu enga lífsbjörg eftir í Ísrael. Ekki heldur sauði, nautið, asna. Þeir fóru norður þangað með kvikfinnað sinn og tjöld sín. Kom slíkur aragrúi af þeim sem engi sprettur væru. Var engri tölu komið á þáni úlvalda þeirra og brutust þeir inn í landi til að eyða það. Var Ísrael þá mjög þjakaður á völdum Mídjans. Ok, ekki í fyrsta skipti sem þeir lendi í vandræðum. Hver voru þá viðbrögð Ísraelsmanna? Lesum við það í 7. og 7. versi. Og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins undan Mídjan. Og þetta var ekki í fyrsta skipti. Kannistu við þessar aðstæður í ykkar lífi? Þar sem að þið gleymið
hvernig staðan var áður en Drottinn mætti okkur. Og maður fyrir að vera kærulaus á ykkur sviðum. Ég hef allavega lent í því. Þannig að Guð, hann heyrir í þeim. Hann heyrir og hann þráir að bjarga þeim aftur. Hann þráir að reisa þeim við. En hann hefur orðið var við að hvernig þeir gleyma alltaf aftur og aftur því sem hann hefur gert fyrir þá. Þannig að hann sendir þeim spámann svona aðeins til að minna það á fyrst. Svona áður en ég kem og bjarga ykkur, þá ætla ég aðeins að minna ykkur á. Og spámaðurinn segir, og við lesum hérna í 7. versu, þá sendi Drottinn spámann til Ísraelsmanna og hann sagði við þá, svo segir Drottinn Ísraels Guð, ég leiddi yður út af Egyptalandi og færði yður út úr þrælahúsinu og frelsaði yður úr höndum Egypta og úr höndum allra þeirra yður kúguðu. Og ég stökkti þeim burt undan yður og gaf yður land þeirra. Og ég sagði við yður, ég Drottinn Guð yðar, þér skuluð ekki óttast Guði Amorítana, í hvaða landi þér búið, en þér hlýtuð ekki mínu röddu. En hann sendir þeim svona bara áður ég bjarga ykkur, gott fólk, ætla ég bara rétt að minna ykkur á að þetta ekki að gerast í fyrsta skipti. Reyni nú að læra af því þegar ég kem og bjarga okkur. Og síðan kemur björgun eftir smá. En fyrst langar mér að tala um smá atriði sem að ég upplifa að sé í gangi þarna. Þetta er svolítið hjarta vandamál sem í gangi hjá Ísraelsmönnum. Þetta er afstaða hjartaðra gagnvart Guði sem vandamálið. Það tvenns konar viðbrögð við því þegar við klúðurum hlutunum illa. Þegar við gerum mistök, þegar við föllum frá Guði, þegar við fjarlægum Guð og allt fyrir sama horfið og áður. Það er kannski tvenns konar viðbrögð sem við getum sýnt sem að líta eins út á yfirborðinu en eru ólík í hjarta okkar. Viðbrögðin þessi: eftirsjá án iðrunar og síðan iðrun. Tvennt, eftirsjá án iðrunar og síðan iðrun. Eftirsjá án iðrunar er þegar maður er svektur yfir því að hafa gert eitthvað af því að það hafði afleiðingar. Ef það hefði ekki haft neinar afleiðingar, þá hefði okkur verið alveg sama. Vegna þess að við vorum ekkert ósátt við það sem við vorum að gera, við vorum bara svona svekkt yfir því að við skildum lenda og fá einhverjar afleiðingar. Aumingja ég að lenda í því að klúðra einhverju. Aumingja ég að lenda af því að brjóta gegn einhverjum. Til dæmis, ég stel peningum, það kemst upp mig og ég er handtekinn og ég er leiður af því að ég þarf að taka afleiðingum þess. En ég er ekkert sérstaklega ósáttur við að ég hafi stólið peningum. Ég hefði örugglega gert það aftur, þú veist, ef ég hefði tækifæri til þess. En það að ég þurfa að taka út afleiðingar þess, það er ég svektur yfir. Eftirsjá án iðrunar felur ekki í sér iðrun yfir því hvernig syndin og það sem við gerum rangt hryggir Guð og hvernig það skemmir samfélag okkar við Guð. Heldur leið og afleiðingarnir eru farnar að þá rennum við aftur í sama farið og förum aftur í sömu hegðun. Og í stað auðmýktar, í stað hryggðar, í stað sársauka yfir því að við höfum brotið gegn Guði, að þá kemur hroki í hjarta okkar. Og Drottinn hann þráir að við fáum að lifa með auðmýkt hjarta. Guð elskar okkur svo mikið og hann þráir samband við okkur sem byggist ekki bara á því að þegar við erum í vanda, þá viljum við að hann redda okkur úr vandræðum. Guð elskar okkur miklu meira en það. Guð elskar okkur og hann býður okkur upp á svo miklu meira en það að vera bara reddarinn okkar. Þegar ég er búinn að spila mér nógu mikið út í horn, þá kalla ég á Guð. Guð hefur svo miklu meir í boði en það. Hann býður okkur samfélag sem er svo miklu dýpra en það að bara þegar við erum komin í algjöra nauðir, að þá köllum við á hann og reddum honum. Ég er mjög glaður með það að konan mín vill ekki bara vera með mér þegar hún þarf nauðsynlega á mér að halda. Og þeir sem eru gift, eru þið ekki sammála því? Þeir eru svolítið sátt við að makinn ykkar bara elskar okkur og hann vill vera með ykkur. Það er góð tilfinning. En oft er okkar hjartagagvart Guði svo: Guð, nú er ég vandræðum, komdu, og við viljum að hann bjargi okkur. Vegna þess að það er ekki sönn iðrun í hjarta okkar. Hjarta okkur er ekki heill gagvart Guði. Heldur viljum við bara hafa hann til staðar. Ég hef séð rosalega marga í gegnum mína trúargöngu koma til Guðs ofboðslega svekta af því að þeir hafa gert mistök eða syndgað eitthvað og af því að þeir voru komin svo vond mál, af því að þeir voru komin alls staðar út í horn, þá snerið þeir sér til Guðs.
Og mörg okkar koma til Guðs þannig. En hjartað fylgdi ekki almennilega með. Þau voru bara að bregðast við einhverjum svona krísu ástandi. Þannig leið og allt var komið í lag. Guð var búinn að snúa öllu við. Það var svolítið bye Guð. Nú sé ég mig sjálfur. Og þarna megum við ekki vera. Við þurfum að gefa Guði líf okkar. Við þurfum að gefa honum allt hjart okkar. Páll postuli, hann skrifaði stærstan hlutan af Nýja testamentinu. Hann skrifar í öðru bréfi sínu til kirkjunnar í Korintu, sem að hafði vægast sagt mjög stór siðferðisleg issue. Það var svona mjög mikið í gangi þar. Hann skrifaði, nú ég glaður yfir því að þér urður hryggir. Er það ekki svolítið skrítið? Glaður yfir að ykkur verður hryggur. En síðan útskýrir hann það og segir, hann ekki glaður yfir því að urður hryggir, heldur yfir því að urður hryggir til iðrunar. Það að segja, hryggð ykkar var til þess að þið sneru við blaðinu. Þér urður hryggir Guði að skapi og biðu því ekki neitt tjón af oss. Sú hryggð sem Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis. Það að segja, þegar við hryggjumst yfir því að við lifum ekki réttu lífi, að við brjótum gagnvart Guði, að þá elskar Guð að mæta okkur og hjálpa okkur og snúa við blaðinu. Hann alltaf tilbúinn. Seinna skrifar Páll, veistu ekki að gæska Guðs vill leiða þig til iðrunar. Iðrun ekki slæm. Iðrun ekki vond. Iðrun góð, vegna þess að þá fáum við tækifæri til þess að snúa við blaðinu, gera okkur grein fyrir ástand okkar og taka á móti því sem Guð hefur fyrir okkur. Taka á móti kærleika hans til þess að breyta okkur. Og þegar við iðrumst og þegar við tökum á móti því sem Guð hefur, þá fylgir því ekki samviskubit. Vegna þess að þá gerum við okkur grein fyrir það hann sem að tók alla byrðina á sig. Það hann sem að gaf líf sitt, eins og vorum að minnast hérna áðan, til þess að við mættum lifa, til þess að við þyrftum ekki sjálf að bera sektina. Og það svo góð tilfinning að vita að manni hefur verið fyrirgefið. Að vita að öll sektin og syndin sem að við höfum til unnið, hefur hann tekið á sig. Þið sammála því? Einhver hérna sem hefur fengið fyrirgefningu Guðs, veit hvað það góð tilfinning að þurfa ekki að bera hana sjálfur. Að vera laus undan henni. Og það gerist þegar við komum fram fyrir hann. Jesús, hann dó á krossunum til þess að leysa okkur undan valdi syndar. Og hann vill gera þig fyrir þig í dag. Að hvað sem þú hefur brotið af þér, hvað sem þú hefur gert, þegar þú kemur til hans, þegar þú iðrast syndaðinn og segir, drottinn, viltu fyrirgefa mér? Viltu taka mig í faðm þinn? Að það fái fyrirgefninguna svona. Og hann snýr við blaðinu okkur og hjálpar okkur að ganga með sér. Ókei. Þannig að synd hefur afleiðingar bæði í dómarabókinni og í dag. Og í kærleika sínum þá varar Guð okkur aftur og aftur við að fara þessa leið. Ef Guð bara reddariðinn, þá ertu að missa svo miklu. Og ég hveti strax í dag til þess að gera hann að frelsariðinu, til þess að gera hann að leiðtoga lífstíns sem að fara að ganga með þér allt lífið. Ókei. En aftur að sögunu í Dómarabókinni 6. Guð sér þörf þjóðarinnar og hann heyrir hróp hjarta þess að jafnvel þó það komi bara út úr algjöru neyð og jafnvel þó það hjarta þeirra hafi kannski ekki fullkomlega fyllt í, þá heyrir hann samt vegna þess að Guð náðaríkur og hann grípur inn í kringum staðir þeirra. Og eins og svo oft það sem þörf að þar notar Guð einstaklinga til þess að grípa inn í þörfina. Og ef þú ekki fengið að upplifa það að Guð noti þig til þess að hjálpa öðrum, til þess að grípa inn í kringum staðir annarra, þá getur þið farið að hlakka til. Það ófáslega gott þegar Guð segir, heyrðu, ég ætla að nota þig núna. Og hann notar okkur. Og lausnin felst þá í því, og ég ætla að lesa hérna í 11. versi. Þá kom engill drottins og settist undir eikina í Ofra, átti Jóbas Abi-Esríti. En Gídeon sonur hans var að þreskja hveiti í vínþröng til þess að forða því undan Mídjan. Og engill drottins birti svona og sagði við hann, drottin með þér, hrausta hetja. Þarna var ungur maður að þreskja hveiti og það einhvern veginn gert með því að lemja hveiti saman til þess að losa hýðið og tóku eftir hvar hann var. Hann var ofan í vínþröng sem var svona stórt ker og af hverju var hann ofan í vínþröng vegna þess að hann var að fela sig fyrir Mídjanítum. Og engillinn segir mér, drottin með þér, hrausta hetja.
Þetta rosalega hetjulegar aðstæður þar sem hann í. Ofan í vínþröngina fela sig fyrir mögulegum hættum. Og Gídeon bara svarar í algjöru auðmýkt, sko. Æ, Herra, hvernig á ég að frelsa Ísrael? Hvernig í ósköpunum ætlar að fela mér þetta hlutverk? Sjá, minn ættleikur aumasti ættleikurinn í Manasse og ég lítilmónlegastur í minni ætt. Hver kannast við þessi viðbrögð þegar Guð biður ykkur að gera eitthvað? Ég kann þetta ekki. Þessi miklu betri. Allir hérna eru miklu betri en ég. Í alvöru. Þú ert greinilega að fara mannaveld. Og þannig leið honum bara ég. Þú veist, af öllum sem þau geta beðið, af hverju beður mig? Og Guð þannig, hann sér hluti í okkur sem að við sjáum ekki. Guð sér hæfileika, hann sér gjafir í þínu lífi sem að þú sérð ekki. Einstaka sér meira en hann hefur, en það eru fáir. Flestir sjá sig minni en þeir eru og hafa minni máttakennd. Og Guð vill benda þér á hluti þegar þú gefur þig undir hann sem að hann hefur gefið þér, sem að hann vill nota þér til að gera. Þannig að eftir smá spjall þá lætur Gídeon til leiðast, en ekki strax. Hann pröfar spyr Guð, leggur fyrir reifi, það að segja, biður Guð að gera eitthvað og ef hann myndi gera það þá ert þú að tala Guð. Hann gerir svona alls konar hluti og í rauninni gerir hann þetta rosalega vel, Gídeon. Hann bara einhvern veginn bara ákveður að trúa Guði en tjekkar það samt fyrst og hann lætur svona til leiðast. Og Guð þannig einhvern veginn að hann starfar ekki þrátt fyrir veikleika okkar, heldur starfar hann oft bara vegna veikleika okkar. Þegar við erum smá, þegar við vitum að við getum þetta ekki sjálf, þegar við vitum að við verðum að hafa Guð til þess að vera með okkur, til þess að hlutinni gangi upp, þá getur hann notað okkur. Og það akkurat svo staðið sem Gídeon í og sennilega það hluti af því sem að Guð gat notað í hans lífi. Og auðmýkt, eins og hann sýnir, mikilvæg, ekki fölsk auðmýkt, þar sem við bara segjum að við getum ekki neitt svo við lítum út frá auðmjúk, heldur auðmjúkt hjarta sem tilbúið til þess að hlusta á Guð, auðmjúkt hjarta sem tilbúið til þess að taka leiðbeiningum það sem að Guð getur notað. Þegar við erum ekki hrokafull, þegar við erum tilbúin að hlusta, þegar við erum tilbúin til þess að viðurkenna mistök, þegar við erum tilbúin til þess að gera það sem við eigum að gera, og þá höldum við hjarta okkar hreinu. Og Gídeon byrjar á þessum stað. Hann byrjar rosalega vel og gerir flest rétt. Eins og ég segi, hann fær staðfestingu frá Guði og hann tekur hvert skrefið öðru. Hann losar sig við allt sem ekki frá Guði. Hann brýtur niður skurgoð heima á sér. Þú veist, heima á pappa sínum. Það hefði getað lent í alvarlegum vandræðum fyrir það. Og var næstum því búinn að gera það. En hann losar sig við allt ruslið. Allt sem ekki tilheyrði Guði. Og síðan sendir Guð hann á stað og hann safnar saman miklum her. 32.000 manns nær hann að safna saman. En samt var það ekki kannski alveg nógu stór her til að takast á við Mídjanita. Og þá gerir Guð eitt alveg ótrúlegt. Hann segir, jæja, ég vil að það sé á hreinu, að þetta sé ég sem vinn verkið en engin annar. Og smán saman fækkar hann í hernum. Hann sendir menn heim. Alla sem voru ekki fullkomlega hugrækir og alla sem að skorti eitthvað og hann fækkar og hann fækkar og hann fækkar í hernum þessum 32.000 manns þangað til hann endar með 1% af upphæfnum her. 300 manns. Takk fyrir. 300 manns. Svona aðeins meir en við erum hér. Það það sem að eftir var og Gídeon hefði til að vinna. 300 manns. Hinir færði heim. Og Gídeon bara, Guð, þetta grínast? Á ég að fara með 300 manns gegn 20.000, en Guð var með. Og Guð notar svona ótrúlegar aðferðir. Guð sendir Gídeon og hermennina með blys og leirker gegn hernum nótt og það ruglar allir í rýminu og einhvern veginn vinnst ótrúlegur sigur með herkænsku Guðs. Og
til að gera mjög langa sögu stutta, þá vinnst bara á stuttum tíma algjör yfirburðar sigur yfir Mídjónum og Guð frelsar Ísrael og bara á Gídeon hlýðir og hann er þessi frábæri Guðsmaður og Guð tekur hann frá því að vera bara hugleysingi yfir í að vera hetja og allt er svo frábært og þetta er svona ekta saga á YouTube sem maður horfir á og fær gæsahúð og allt er dásamlegt. Og bara ef sagan hefði endað akkurat þar og það hefði verið settur punktur fyrir aftan söguna. En því miður, enn einu sinni, þá endar ekki sagan þar. Og fólk gerði sér ekki grein fyrir því og mundi það ekki lengi að það var Guð sem hafði unnið verkið. Og aftur, það fór þjóðin svona smán saman að snúa sér til syndason. Og í kjölfarið á þessum sigri þá gerist ýmislegt í lífi Gídeons. Það verður svona viðbrögð hjá fólki, einn af ættbálkunum, Efraíminn sá ættbálkur hefur verið, hann svona verður hálfsvektur og segir bara, Gídeon, af hverju lestu okkur ekki vita? Af hverju fengum við ekki að vera með í þessu? Það sem þið voru raunverulega að segja, við vistum af öllum heiðrinum fyrir sigurinn. Hvað er að þér? Og þeir komu ótrúlega illa fram við hann. Og síðan voru 2 borgir sem höfðu neitað að vera með og það verður kemur einhver særind, einhver biturð í hjarta Gídeons. Og síðan eru fleira sem gerist, maður veit ekki, kannski kom upp einhver svona hroki eða svona smá stolt, ég vann sigurinn, þetta var svolítið mér að þakka, ég var nú sá sem hlýddi Guði, þess vegna vann sigurinn og smán saman gerist eitthvað. Og það er svo auðvelt að missa innlægnina, það er svo auðvelt að missa það að hjarta mann sér hreint. Það er svo auðvelt að hætta að vera auðmjúkur. Kannski þegar við vinnum stóra sigra í Guðs ríki, þegar Guð hjálpar okkur gengur rosalega vel, þá er svo auðvelt að fara að taka sigurinn til okkar. Og það er svo auðvelt að fara að verða sár þegar einhver talar eitthvað og móðgar okkur. Hafið þið móðgast einhver tíman? Engin? 1 eða 2? Og það er svo auðvelt að bara svona, hvað? Og missa auðmættina, það kemur bara svona smá hroki í staðinn og það gerðist eitthvað og það er svona liggur undir yfirborðinu í sögunum. Það var eitthvað sem gerðist hjá Gídeon. Og þessi einlægni, þessi mikli trúmaður, það var eitthvað sem gerðist í líf hans. Við verðum að passa hjarta okkar. Við verðum að passa, halda okkur heil við Guð. Guð segir, auðmjúkum veitir Guð náð. Og það er í auðmýktinni, það er á þeim stað þar sem við vitum að við erum ekkert án Guðs og án hans getum við ekkert. Það er á þeim stað sem Guð getur unnið í okkur, sem Guð getur notað okkur, sem Guð getur starfað í okkur. Leið og kemur að hroki, leið og við vitum betur en allir hinir, leið að enginn má segja neitt við okkur. Þá erum við komin á erfiðan stað, þá erum við komin á slæman stað, þar sem Guð hættir geta notað okkur. Og síðan svona sjáum við þeirra líður á söguna að Gídeon, hann reynir svona óbeint að taka sér konungsvald, en hann virkar rosalega auðmjúkur á yfirborðinu. Hann kann að segja alla réttu frasana. Og hann segir meira sig að þegar hann er beðinn að vera konungur, hann segir, eigi mun ég drottna yfir yður og eigi mun sonur mun heldur drottna yfir yður, drottin skal yfir yður drottna. Og við vitum að það er eitt að vita hvað við eigum að segja, en það er annað hvernig við lifum og hvað við meinum. Svo oft kunnum við frasan og við vitum hvernig við eigum að orða hlutina til þess að virka auðmjúk, en hvar er hjartað okkar? Hvernig erum við raunverulega þegar á reynir? Höfum við þetta einlæga, heila hjarta gagnvart Guði? Og við sjáum það seinna að Gídeon fór að haga sér eins og konungur. Hann lét borga sér mikið magn af gulli frá óvin og þjóð, safnaði öllu gullinu saman og breytti því í svona
hlut sem var hluta tilbeiðslu prestan en varð í raun svona skurðgoði sem hann sett upp heima hjá sér, eða í bænum sínum og beindi allir þjóðina að koma þangað til þess að tilbiðja þetta líkneski eða skurðgoð sem var samt svona hluta af helgihaldi gyðinga en hann svona ruglaði þessu öllu saman og beindi þjóðinni þangað í staðinn fyrir að fara þangað sem það átti að fara. Hann átti 7 konur og 1 hjákonu og hann gaf syni sínum nafn sem þýðir pabbi minn er kóngur. Ok, það segir eitthvað, þú veist. Hann fór að haga sér eins og konungur en ég er samt ekki konungur, skiljiði. Sagði það, hann vissi hvað hann átti að segja. Gídeon byrjaði fullur af eldmóði. En þegar yfirlauk var hann í mestalagi hálfvolgur, eða það. Og þú veist, hann var ekki vondur, hann var aldrei illverki og þetta er algjör trúarhetja, þú veist, í mínum augum og ég oft lesið hann og lít til hans. En það fór að fjara undan og hann lifði ekki þeim sigri sem hann hefði getað lifað í. Alla leið til enda. Og það að hann varð hálfvolgur, það hafði áhrif á þjóðina og það hafði áhrif á næstu kynslóð á eftir. Eins og Helgi talaði síðast, hann gerði það ekki, hann dró ekki línu í sandinn. Og ef þið lesið 9. kaflan, bara biðjið vel á undan. Þetta er rosalegu kafli og það fór rosalega illa eftir að Gídeon dó. Næsta kynslóð, það var ekki gott. Vegna þess að það hafði ekki verið dregin almennlega lína í sandinn og það var ekki haldið áfram í eldmóði Guðs. Á hverjum degi stöndum við frammi fyrir vali. Ætlum við að velja vilja Guðs eða ætlum við ekki gera það? Á hverjum einasta degi þurfum við að velja að vera fylgjendur Guðs, að vera fylgjendur Jesú, að leyfa honum að starfa í líf okkar. Ein ákvörðun einu sinni, hún frelsar okkur og við höfum hjálpræði, en á hverju degi þurfum við að velja að við ætlum að lifa í hans vilja, gera það sem hann hefur fyrir okkur. Við ætlum að lifa í auðmýkt og við ætlum að lifa í laus við hroka. Hlutir sem að okkur finnast ómögulegir getur Guð gert í líf okkar ef við leyfum honum að nota okkar. Alveg eins og hann gerði Gídeon. Hlutir sem að bara við eigum ekki séns í mannlega séð getur Guð gert ef við leyfum honum að nota okkur. En til þess þarf auðmjúkt hjarta. Til þess þarf hjarta sem segir Guð, gerð þú það sem þú vilt í mínu lífi. Ég er ekki neitt í sjálfum sér, en ef þú getur gert eitthvað þá vil ég fylgja þér. Og við þurfum að taka kallinu alvarlega, taka stöðu okkur að ákveða að fylgja Guði, alla leið. Annars getum við lent í því að sjá Guð starfa, hluta lífi okkar, en af því okkur brestur karakter, okkur bresta heilindi, að þá getur allt glóbrast niður. Amma mín sagði, sem ég sakna og hún dó fyrir nokkrum árum, hún sagði átt við bróður minn, Jóhannes, sem er þjónað mikið í Guðs ríki. Þegar Jóhannes var að segja svona hvað hann hefði verið að gera og hvernig Guð hefði verið að starfa og allt rosa spennandi, þá sagði amma bara einn hlut. Jóhannes minn, mundu eftir auðmýktinni. Ekki það að hann hefði verið neitt að hróka sig upp, en bara mundu auðmýktina. Vegna þess að amma mín hafi lifað marga áratugi og hún hafði þessi menn rísa upp og menn falla. Konur rísa upp og konur falla. Byrjað vel, byrjað í krafti, byrjað á þeim stað þar sem Guð fékk að vinna óhikað. En síðan fékk eitthvað að komast inn sem átti ekki heima þar. Biturð, hroki, særindi sem ekki voru gerðu upp. Og í staðinn fyrir að klára í krafti, þá fór að fjara undan. Og það vildi amma mín ekki. Ég þrái að enda vel. Ég þrái að byrja vel. Ég þrái að vera góður, þokkalegur í miðjunni og fá að enda vel. Ok? Ef við ekki að stefna því. Ef við ekki að vera heil. Ef við ekki að passa hjartað okkar. Leif aldrei hroka, leif aldrei græðgi, leif aldrei þessum hlutum sem að við vitum að skaða þessa innlægni. Leifa þeim aldrei að koma af stað. Þannig að alla leið fáum við að ganga með Guði. Ekkert getur vísað í eitthvað sem að var einu sinni og sagt,
Þetta sá sem ég Guð starfar í dag. Ekki hérna einu sinni var. Guð starfar í dag. Og Guð vill gera eitthvað í þínu lífi í dag og á morgun og það sem eftir ævi þinnar. Við erum heil við hann. Við erum ekki, látum ekki taka það góða sem að Guð hefur gert í lífi okkar. Og ég veit ekki hvernig þitt líf hefur verið hingað til. Ég veit ekki hvort þú hefur byrjað vel, hvort að miðjan þín hafi verið góð, og kannski þetta bara að byrja hjá þér. Ég veit ekkert hvar þú stattur, en ég vil segja við þig í dag, hvar sem þú stattur, þá getur framhaldið verið gott, ef Guð fari að eiga hjarta þitt, ef hann fari að vinna í lífið þínu. Og þú getur, ef þú leyfir þér að hafa þetta hjarta sem að brestur, þú veist, þegar við syndgum, þegar við lifum ekki í heilindum, að þá, Guð, ég þrái nærveru þína. Ég þrá að komast aftur á þann stað þar sem ég fá að ganga með þér í krafti. Þegar við höfum þetta hugafar, helgunar og ást til Guðs, að þá getur hann starfa með svo miklum krafti í líf okkar. Kannski byrjaður vel en þú finnur að þú hefur fjarlægst. Þú finnur að smán saman hefur fjarað undan. Það hafa hlutir, kannski særindi, kannski synd eða einhverju hlutir, tekið auðmýktina, tekið einlægnina frá þér. Guð vill segja þig í dag að hann vill endurnýja. Hann vill gefa þér nýtt upphæf. Hann vill fá að ganga með þér héðan í frá. Kannski hafa komið upp særindi og vonbrigði og þú finnur að einlægnin sem þú áttir farin. Guð vill kveika nýtt líf í hjartaðinu. Guð vill hjálpa þér að fyrirgefa. Hann vill hjálpa þér að gera upp. Hann vill hjálpa þér að losna undan þessari sektarkennd sem í lífiðinu. Og kannski veistu að það synd sem í lífiðinu, þú lítur vel út á yfirborðinu, en hjartað ekki á réttum stað og Guð vil fá að leysa því í dag. Hann vil fá að vinna í lífiðinu. Og hver sem þú ert, hvar sem þú hefur verið, hvernig sem gangaðin hefur verið, þarft að vita þetta, að Jesús Kristur, hann elskar þig og hann þráir samfélag við þig, sem ekki bara byggt á því sem að hann getur gert fyrir þig, heldur samfélagi sem þið getið átt saman, þar sem þið gangið saman all lífið og hann gerir stórkostlega hluti í þínu lífi. Og ef þú ert hérna í dag og þú þekkir ekki Jesú Krist, þú er aldrei tekið á mótunum inn í lífið, þá vil ég segja við þig í dag að hann er hér til þess að frelsa þig. Hann er hér til þess að leysa þig og gefa þér nýtt upphaf. Og það eina sem þú þarft að gera er að koma fram fyrir hann af heilu hjarta og segja, Jesús, ég get ekki gengið þessu göngu einn. Ég þarf á þér að halda. Viltu fyrirgefa mér allt það sem ég hef gert rangt og hjálpa mér að ganga með þér. Ég ger þér leiðtoga lífs míns. Og ef við meinum þetta af öllu hjarta, þá erum við hans og þá fá að ganga með honum. Biðum saman. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú er stórkostlegur Guð og þú elskar okkur svo mikið og þú elskar okkur svo mikið að þú vilt miklu meira fyrir okkur heldur en bara bjarga okkur þegar við erum aftur og aftur búin á klúður og hlutunum. Þú vilt hjálpa okkur að lifa í sigri en ekki ósigri. Þú vilt hjálpa okkur að lifa laus undan þeim hlutum sem að binda okkur, Drottinn minn. Þú vilt hjálpa okkur að lifa í þeirri áætlun sem þú hefur með líf okkar. Og Drottinn, hjálpað okkur að lifa í samfélagi við þig. Taka tíma á hverjum degi þar sem við veljum að ganga með þér. Þar sem við veljum að gefa þér allan daginn okkar og heyra það sem þú hefur fyrir líf okkar. Og Drottinn, ef við erum föst, ef við erum á stað þar sem að við komumst bara ekki lengra, þar sem við finnum bara að einlægnin er farin og við erum bara að þykjast, viltu gefa okkur mjúkt hjarta núna? Viltu mýkja upp hjarta okkar, Jesús? Viltu aftur taka okkur á stað auðmýktar, þar sem við þráum ekkert nema þig, þar sem við þráum að vera heil, þar sem við leggjum niður allan hroka og allt stolt og segjum bara, Drottinn, ég þrá að vera heil. Drottinn, ég þrá að vera heil. Þannig við sem að kirkja og við sem einstaklingar fáum að vera heil frammi fyrir þér, Jesús. Við elskum þig og við lofum þig í Jesú nafni. Amen. Amen. Við skulum standa upp núna og lofgjörun ætlar að syngja fyrir okkur og með okkur. Og ef þú ert hér og þú vilt fá fyrirbæn og þú finnur að Drottinn hefur meira fyrir þig og þú þarft að komast á nýjan stað,
að þá verum við hér inni og byggjum með ykkur fyrir biðjendur. Og ég hveti til þess að gera eitthvað í því. Þegar Drottinn talar til okkar þá þurfum við að bregðast við. Vegna þess að tilfinningin fljót að fara. Við þurfum að bregðast við núna. Og ef þú ert hér í dag og hefur ekki tekið á móti þessum yndislega frelsara, gerðu það í dag. Ekki bíða, þetta stundin til að taka á móti honum. Þú getur gert það og við getum beðið með þér hérna inni. Hvað sem þú gerir, takt á móti því sem að Jesús hefur fyrir þig í dag. Amen. Saman hérna. Samkomunar í Fíladelfíu í dag. Við þökkum þér fyrir að hafa fylgst með okkur. Það var sunginn sálmur hér á undan ræðunni þar sem ein línan hljómaði: alltaf Jesús að bíða eftir þér. Hann hefur áætlun með líf þitt og ég hvet þig til þess að opna hjarta þitt fyrir þeirri áætlun sem hann hefur á hverjum degi. Og mér langar til þess að nota þessar síðustu mínútur til þess að biðja með þér og biðja fyrir þér. Hann þekkir hjarta þitt. Hann elskar þig, hann vill fyrirgefa þér og hann vill hjálpa þér. Hann vill líka hjálpa þér til þess að enda vel. Við skulum biðja saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú hefur líf okkar allra í þinni hendi. Ég bið fyrir þeim sem eru að horfa á þessa útsendingu eða hlusta á hana og ég bið Jesús að allt þetta fólk megi finna þá áætlun sem þú hefur með líf þess. Og ég bið Drottinn minn að það láti enginn þig bíða endalaust. Það missi enginn af þér fyrir það að hafa beðið of lengi. Ég biði Jesús að þú fyrirgefur okkur öllum syndir okkar og opnir augu okkar fyrir þeirri áætlun sem þú hefur með okkur. Ég bið fyrir þeim sem þurfa á lækningu að halda. Viltu lækna þá? Viltu lækna sár? Hjartasár, Drottinn? Viltu gefa fyrirgefningu? Viltu leysa fólk undan biturleika? Vilt þú reisa fólk við hvaða byrðar sem það ber í Jesú nafni. Amen. Í næstu viku
verður ýmislegt að vera í kirkjunni, það verður bænastund hér á miðvikudaginn, það verður eldri borgara samkoma á fimmtudag og á laugadaginn 17. október klukkan 8:30 verða tónleikar hér í kirkjunni, allir velkomnir. Ég hveti til þess að nýta þér það að vera með okkur. Ef þú mögulega kemst í kirkjuna næsta sunnudag, komdu þá klukkan 11, við erum við Hátún 2. Ef þú kemst ekki, þá vertu velkomin að fylgjast með okkur. En við kveðjum að sinni og ég bið Guð að blessa þig.